Sá 7. askasleikir var alveg dæmalaus og framundan rúmunum hann rak sinn ljóta haus. Þegar fólki setti askana fyrir kött og hund, hans lunginn var að ná þeim og sleikja á ýmsa lund. 7. var hurðaskellir, sáu nokkuð klúr, ef fólki vildi í rökkrinu, fá sér vænan dúr. Hann var ekki sérlega hnugginn eða því, þó harkalega marraði hjörrunum í. Skyrjarmur sá 8. var skelfilegt naut, hann hlemmi nonn af sánum með hnefanum braut. Svo hámaði hann í sig og yfir matnum gein, eins þó hann á blistri og stundi og hrein. 9. var bjúgnakrækir, bröðóttur og snar, hann hentist upp í rjáfrin og hnuplaði þar. Á eldhúspíta sat hann í sóti og reyk og át hann hangi bjúga sem engan sveik. 10. var gluggagægir, grályndur mann sem laumaðist á skjáinn og leit inn hann. Ef eitthvað var þar inni álitlegt að sjá, hann oftast nær seinna í það reyndi að ná. 11. var gáttaþefur, aldrei fékk sá kvef og hafði þó svo hlálegt og heljarstórt nef. Hann ilmaf leif á brauði upp á heiðafann og léttur eins og reykur á lyktina rann. Ketkrókur sá 12. Kunn á ýmsu lag. Hann þrammaði í sveitina á Þorláksmessudag. Hann krækti sér í tutlu þegar kostur var á, en stundum reyndi stuttur stauturinn hans þá. 13. var kertasníkir, þá var tíðin köld, ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Hann elti litlu börnin sem brosti glöð á vín og þrýtluðu bæinn með tálgakertin sín. Á sjálfa jólnóttina sagan hermi frá, á strák sínum þau sátu og störðu ljósin á. Svo týndust þeir í burtu, það tók þá frost og snjór, á 13. síðasti sveinstautlinn fór. Fyrir löngu á fjöllunum fernt í þeirra slóð, en minningarnar breytast í myndir og ljóð.